Í staðinn fyrir að nota Basic Authentication þá ætlum við að nota pakka sem heitir Passport.js til þess að útfæra auðkenningu í Express uppunum okkar. En Passport.js er mikið notuð leið til þess að halda utan um og styðja þetta notenda umsjón og auðkenningu, og það er gert með því að nota strategies sem segja til um það hvernig við erum að tengjast við einhvers konar notendagrunn, en notendagrunnurinn er ekki bara okkar eigin, en við ætlum að nota það, og það er local strategy answer. Leyfir okkur að búa þá til okkar eigin gagnagrunni sem við ætlum að nota og setja upp í Postgres, en við getum til dæmis líka búið til innskráningarkerfi sem að nýti sér innskráningu frá Twitter eða Facebook eða fleiri aðilum. Og það er þó nokkuð stillingum sem við þurfum að huga, til dæmis hvaða strategy það er, hvernig við meðhöndlum notanda fyrir hver strategy, hvernig hann er búinn til, hvernig hann er sóttur eða hvernig hann er uppfærður, hvernig við serialiserum notandan, þannig að hvernig við geymum við hann í sessioninu, hvað er það sem er auðkennið sem við geymum upplýsingarnar í sessioninu, þannig að við séum ekki að geyma allar upplýsingarnar notandan, heldur eitthvað auðkenni sem við getum notað sem þess að fá raun notandan einhvern veginn. Hvernig deserialiserum við hann, þar segja, hvernig fá hann aftur þegar við erum búin að geyma hann sem eitthvað gildi. Og við þurfum að sækja fyrst passport og síðan strategíuna sem við ætlum að nota, og síðan þurfum við að stilla þetta saman. Og fyrir lokal þá er það strategían, eða þess að bara fall sem við útfærum, sem að tekum við username, password og svo done callbacki sem við sendum í annarkvort false ef það ekki tókst að skrá notandan inn, eða þá notanda hlutin sjálfa. Oftast erum við með slatta af einhverjum hjálparföllum til að meðhella notendur, til þess að athuga hver lykilorðið þeirra og bera saman með bekgrip, sækja notenda, athuga hvort að notendan sér til, búa til notendan í gagnagrunnum og svo framvegis. Síðan notum við ákveðin passport middleware sem við setjum inn til þess að framkvæma og sjá að stýra þessu flæði, og við þurfum að hafa session, þannig að Express appið okkar þarf að vera með stuðning við session. Síðan erum við með þetta serialize user sem vistar auðkenni fyrir notanda í sessioninu, deserialize user sem tekur við auðkenninu og skilur notanda hlut, og þá erum við komin með slatta af einhverjum stillingum. Þannig við erum að sækja allt það sem við erum að nota, við erum að búa til Express appið okkar, við þurfum að nota session, við þurfum að nota strategíuna sem við erum að nota, við þurfum að skilgreina serialize og deserialize, við þurfum að kveikja á passport inn í appinu okkar, og við þurfum að segja að það sé að nota session inn í appinu okkar. En auðkenningin fer sérni fram með því að kalla í passport.authenticate, og það er þá með þetta strategy, og það les upplýsingar úr request listnum, finnur þá í raun hvort að það séu þær upplýsingar sem við erum að biðja um. Og fyrir lokal þá verða reytindin sjálfgefið að heita username og password sem sagt í rec.body sem er sjálfgefið, en við getum breytt í gegnum stillingar, og appið okkar verður þá að nota body password, því að lokal strategían reynir að sækja þetta úr rec.body.username og rec.body.password sem hún síðan sendir áfram í að athuga hvort að þetta séu rétt auðkenningagildi. Síðan ef það gengur ekki, þá getum við skilgreint að það er áfram senda notandi eitthvað. Við getum sett einhverjar upplýsingar, til dæmis eins og notandi eða lykilorð passuð ekki, er ekki til eða eitthvað, og það er geymt í sessioninu líka fyrir notandan. Og þá fáum við einhvers konar ráð fyrir login, þar sem við erum að segja ef ég posta á login, þá ætlum ég þar að vera með passport.authenticate middlewareið sem að nota local strategíuna, og það er með failure message, vitlaus innskráning, eða failure redirect og failure redirect login ef það gengur ekki. En ef að þetta gengur eftir, að þá sendum við áfram á síðu sem er með einhvers konar leyndarmáli. En þetta er sama form og við sjáum í Basic Auth, að við setjum middlewareið einhvers staðar áður en að gögnin sem við viljum að séu aðgangsstýrð eru birt. Og hérna sést að við getum verið með margar strategíur í gangi. Við getum boðið upp á að fólk geti skráð sig inn með sínum eigin notanda, með Twitter eða Facebook. En þegar að einhver hefur skráð sig inn, þá fáum við annað fall í request listnum sem að passport bæti við, sem er is authenticated, og það þurfum við síðan að passa upp á að við keyrum fyrir öll rót sem eiga að vera læst. Þannig að það er ekki nóg að redirecta fólki yfir á admin, það er líka að staðfesta fyrir hvert einasta kall að sá notandi sem er að reyna að biðja um það sé í raun og veru authenticated. Og þá er gott að búa til eitt middlewareið sem við getum sett til að athuga þetta.
og Passport setur þá upplýsingar notandann í rec.user sem við getum þá lesið til þess að segja til dæmis hvað notandanafnið eða eitthvað viðkomandi. Og við fáum síðan aftur fall sem heitir rec.logout til þess að eyðileggja þetta session og klára útskráninguna. Þannig að við fáum hérna eitthvað ensure logged in middleware sem að þá athugar ef notandinn authenticated, þá förum við bara yfir á næsta middleware. Þannig að við erum í raun ekki að framkvæma innskráninguna, við erum bara að athuga að innskráning hafi átt sér stað og sé í lagi. Og þá hérna /admin með leyndarmál. Við athugum að það sé einhver loggaður inn, þá birtum við þetta. Annars sér þetta middleware það að redirecta fólki yfir á /login og síðan höfum við, ef við getum logout, þá framkvæmum við logout sem eyðileggur þetta session og viðkomandi þá ekki lengur logged in og redirectar yfir á einhverja síðu. Og ef við skoðum dæmi þar sem þetta allt saman keyrir og við erum með í raun einhvern notandagrunn, þá erum við hérna með bara, ætlum að byrja frá grunni og við erum hérna með eitthvað skema þar sem við erum bara með auðkenni fyrir notandann sem primary key, við erum með eitthvað username og við erum með eitthvað password. Og síðan byrjum við á því að inserta einum stökum notanda sem heitir admin með einhverju þekktu lykilorði og hérna sjáum við hvernig B-kryptað lykilorð lítur út kryptað. Það er eitthvað metadata hérna sem segir til að þetta er einhver útgáfa af algoritmanum, þetta er hérna einhverju work faktor sem segir hversu oft í raun einhver hash-kert og svo er hérna einhverjar upplýsingar sem eru kóðaðar. Við bætum þessu við grunninn, þannig að við eigum alltaf einn notanda í byrjun og ef við skoðum hérna readmeið þá þurfum við að búa til gagnagrunninn, bara kalla hann users. Við ætlum að setja réttar upplýsingar í env, í okkar tilfelli er það bara, við ætlum að tengja þetta með users og nota bara sjálfgefnu innskráninguna á local Postgres gagnagrunn sem keyrir á vélni minni. Síðan ætlum við að keyra create db. Það sem það gerir er að taka þetta skemaskjál sem við sáum, lesa það upp, keyra queryuna og hætta. Við keyrum það. Fáum þá skemuna, þá getum við prófað hérna PSQL users og við getum athugað hvort að við séum með users töflu. Hún er hér og hún inniheldur hvað? Nákvæmlega eina færslu sem er admin. Þannig að hér sjáum við geymum ekki eitthvað lykilorð sem ég get bara lesið og ef ég kæmi þau gagnagrunn þá er í raun ekki gefið fyrir mig að fá öll lykilorð fyrir alla notendur. En síðan þurfum við að kveikja á appinu, þannig að við gerum hérna node app.js og ef við skoðum hvað gerist þar, þá erum við að sækja hérna hjálparföll úr users. Við erum að nota .env til þess að sækja gögnin úr env. Við erum að nota express, passport, express session og passport local og .env. Við sækjum þessi gildi hérna úr envinu, session secret sem við notum til þess að seeda sessionu okkar sem þannig að það sé í raun dulkóða líka og við erum með slóðun á gagnagrunnin okkar og við hættum ef þessi gildi vantar. Þannig að ef ég hefði eitthvað misskráð env eða ekki verið með þessi gildi hérna þá hætti forritið. Síðan erum við með body parserinn okkar, síðan látum við appið okkar nota session. Síðan erum við með skilgreint eitthvað strategy sem er til þess að taka við username, password og senda síðan aftur í local strategy okkar hvort að notandi hafi fundist eða ekki. Og það sem við gerum þar er að athuga hvort að þessi notandi sem á þetta notandanafn sé til. Þannig að við byrjum með því að fletta á notandanum upp og við kíkjum þá aðeins á þessi hjálparföll hérna. Þá erum við enn fleiri hjálparföll í database. Þau eru bara eins og við höfum séð leiðir til þess að framkvæma query á móti Postgres. En þegar við erum að vinna með þessa notendur okkar, þá erum við með fall hérna sem segir find by username sem einfallega flettir upp í username stöfli hvort að notandanafni sé til. Við erum með find by ID sem gerir það eftir ID. Við erum með create user sem að nota þá hann bcrypt pakka líka og það sem við köllum í bcrypt með hash sem að þá keyrir í raun í gegnum þetta hashing ferli
tekur passvortið, tekur hversu oft við ætlum að gera þetta, sem 11 sinnum, og inserta síðan þessum notanda inn í töflun okkar. Síðan erum við með compare passwords fall sem tekur í raun inn eitthvað password sem er búið að gefa okkur og eitthvað hassað password og við athugum hvort að Bcrypt segi okkur að þetta sé það sama. Það er að segja, þegar það er búið að hassa, keyra texta passwordið sem okkur var sendt, það er búið að keyra það í gegnum sama kóðunarferli, það sama? Og ef svo þá fáum við út úr þessu true, annars fáum við false. Þannig að hérna, þegar við erum að athuga hvort að notandinn sé til, þá byrjum við bara á því að hætta ef að notandanafnið fannst ekki. Annars athugum við hvort að lykilorðin passi. Ef svo og þetta er true resultið, þá skilum við notandahlutunum, annars skilum við false. Við tökum síðan þetta strategy og við segjum passport að nota það með username field sem username og password field sem password, sem er bara sjálfgefni gildin. Síðan skilgrunum við fyrir passport hvernig á að serialisera notandan og þá tökum við user.id og við serialiserum það. Síðan þegar við leitum að notandanum, þá tökum við þetta ID, leitum að notandanum eftir því ID og finnum og setjum þann notanda í callbackið. Þannig að þá það notandinn sem við fáum þá bæði ID-ið, usernameið og passwordið, passað. Síðan segjum við appin okkar að nota passport og nota passport með sessioni. Síðan erum við hjálpafall sem er ensure logged in sem við sáum áðan og síðan erum við með rátin okkar sem að í raun útfæra einhverja forsíðu hérna. Ef að við erum authenticated þá segjum við hérna þú ert innskráður sem rec.user.username og þá þetta gögnin hérna úr username dálknum sem að passport sér að setja í requestið. Ef við erum ekki innskráð þá birtum við hérna link yfir á innskráninguna og link yfir á að búa til notanda. Síðan hefur við login og ef við erum nú þegar skráðinn þá bara redirectum við yfir á forsíðuna því að þú þarft ekki að logga inn en þú ert loggaður inn. Við sendum síðan form hérna sem að postar á login notandanafni og þá verður að passa hérna username við það sem við skilgreinum ofan, sama með password. Hérna erum við með eitthvað message sem gæti þá til dæmis verið skráð hérna neðan ef eitthvað kemur upp á. Þannig að þegar við postum á login hérna þá athugum við, getum við authenticatað. Ef ekki þá segjum við notandanafni eða lykilorðið vitlaust, þetta fyrir message. Við redirectum aftur yfir á login. Ef það gekk upp þá redirectum við yfir á admin. Þannig að við sjáum hérna að ef það koma skilaboð þá klikka eitthvað. Þá tökum við skilaboðin úr session.messages, sleikið þeim saman hérna með kommu, tæmum þau og birtum notandanum þau. Ef að notandinn á annað borð að á sig ekki notanda og vill vera mem, þá erum við með form sem tekum við nákvæmlega sömu reitunum sem þá username og password og postar því á register. Og ef við postum á register, það sem gerist þar að við keyrum eitthvað register fall sem hérna ofan. Ef að það gekk upp og við gerum ekki sendum ekki villu hérna, þá innskráum við notandan strax og redirectum yfir á admin. Það sem að validate eða það sem register gerir að taka username og passwordið úr rec.body. Það validatar userinn, þess að athugar að hann uppfyllir þær kröfur sem við setjum. Ef að það gerist ekki, þá sendum við skilaboðum hvað klikkaði. Ef að það í lagi, þá búum við til notandan og höldum áfram og þá skráist hann inn. Og þegar við validatum notandan, þá í raun gætum við skrifa þetta svona sjálf eða við gætum nýtt okkur Express Validator til þess að validata gögnin. En hérna við að segja, username verður að vera að minnsta kosti 2 stafir. Það má ekki vera til og lykilorðið verður að vera að minnsta kosti 6 stafir. Og ef allt þetta í lagi þá skiljum við null og null var túlkað sem í raun ef við fáum false út úr þessu validation að þá séum við í lagi. Síðan höfum við í raun
leyndarmálssíðu sem að passa bara upp á að við séum logguð inn og birti þá leyndarmálin. En ef við skoðum þetta núna keyrandi, þá förum við hérna, við getum byrjað að skrá okkur inn sem admin, sjáum lykilorð 1, 2, 3. Þá fáum við hérna leyndarmálin, við förum á forsíðuna, við sjáum við erum innskráð sem admin, það er útskráning og skoða, við getum farið hérna fram og tilbaka. Ef við förum og skoðum hvað er að fara á milli, og þá sjáum við að við sendum hérna cookie sem er með einhverju session ID. Ef við förum síðan í útskráningu, þá fjarlægist þetta cookie og við erum ekki lengur innskráð. Við getum búið til notanda, þannig að við búum hérna til hvert í notandan, hann á að vera með A sem lykilorð. Þá fáum við lykilorð að vera að minnsta kosti 6 stafir. Við erum admin með 1, 2, 3, 1, 2, 3. Notandanafnið þegar skráð, hvert í með 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Það er í lagi og þá erum við skráð inn. Þá er ég hérna innskráður sem hvert í og nú get ég útskráning og allt saman er í góðu. Þá getum við farið hérna á selectað og þá sjáum við að hér var til notandi með þessu hassaða lykilorði.